Verið velkomin í Game TV, það sérstakur í3 þáttur hérna hjá okkur félagunum og í þetta sinn Ívar Kristján búinn að bætast í settið. Þetta myndatökumaður Game TV, hann yfirleitt hinum með myndavélina en í dag þar sem hann magnað tölvuleikjanörd og búinn að fylgjast vel með í3 þá ákveðum að fá hann bara í sófann og við ætlum að ræða þessum í3, hvað var gott, hvað var slæmt. Var þetta bara yfir höfuð bara góð hátíð eða hvernig er hún mismunandi milli ára, það ekki? Hún það, algjörlega. Þú veist, hvernig svona bara yfir höfuð, hvernig fannst ykkur í3 ár vera? Var þetta svona stór sýning eða lítil? Er þetta gott leikjaár framöndan eða? Ég held að það sé gott leikjaár. Ég ánægði með leikina sem er verið að kynna og svona hvað þeir hafa að bjóða. Okay. En spektakulið, svona, það hefur oft verið betra. Sony hefur yfirleitt verið með svona stærri sýningar og það fer eftir hvaða leikir eru komið. Þeir voru með Symfóníu hljómsveit á sviðinu síðast. Þeir voru að kynna God of War og Eivör Pálsdóttir var á sviðinu að syngja og þetta var svona risa. Þeir hafa nú eitthvað smá klúður á blaðamannafundinu hérna núna. Það var eitthvað, hann byrjaði eitthvað illa en leikirnir töluðu sínum máli. Já, akkurat. Þannig að við ætlum að renna bara yfir svona helstu leikina, byrja að kíkja á bara hvert tölvuvéla framleiðanda fyrir sig. Alltaf Sony, Nintendo og Microsoft sem er svona headline act á þessari sýningu og svo kíkja á aðra leiki sem ekki voru kynntir þar. En svona áður við byrjum Battle Royale, það er bara allir að fara í það eða? Það er allir. Kemur bara Mario og Battle Royale? Það er allir að fara í þann. Af hverju? Er þetta bara, fer þetta að smitast yfir í alla leiki? Þetta er eina sem er talað, þetta er eina leikið sem er spilað, þetta er eina umfyllan af töluleiki sem maður sér á Battle Royale allstaðar. Þannig að þið verða að vera með heldur. Er þið bara ánægðir með það, þetta sé komið inn á stað? Þú veist, ég er ánægð með það ef að menn geta búið til eitthvað nýtt. Komið eitthvað nýtt take á það, en það virðist ekki vera mikið hægt að gera annað en það eru tveir leikir núna, það er Fortnite og það er PUBG, PUBG er alveg meingallaður leikur þó að þessi leikur sem ég spila ógeðslega mikið, finnst það ógeðslega skemmtilegur, það er meingallaður. Þannig að það er alveg pláss fyrir svona raunverulegan Battle Royale leik sem er vel gerður. Já, og heldur betur pláss, ég meina Battlefield 5, nýja Battlefield 5 verður Battle Royale og það verður meira því að keyrir niður held ég í liðum, kannski líka sem einstaklingar. Þar getur notað faratækin og þar getur rústa byggingum og hann er náttúrulega verður á next level myndi ég halda. Og svo náttúrulega Black Ops 4 verður líka með Battle Royale og það er náttúrulega dettur inn held ég faratæki og svo ætlar að vera með einhverja þekkta staði og karaktera úr gömlum leikjum. Þannig að fólk fær smá svona nostalgíukast þegar að hendi sér niður hérna á eiginu eða hvað. Já, akkurat. En talandi Call of Duty, það er náttúrulega menn eru allir trilltir yfir því að þeir eru að koma eitthvað Battle Royale mót en droppa single player. Já, það er ágætis umræða. Ég meina þeir droppa single player. Sko, í fyrra, þú veist, stundum, mér finnst þeir alltaf fá gagnrýni. Call of Duty. Ég held að ég get bara ekki stýr rétt. Já, það er alveg þannig. Já, ég veit ekki, hvað ætli margir spili? Hafið þið spilað söguþráðin í Call of Duty eitthvað mikið? Svona í síðustu leikjum? Ekki nýlega sko. Ekki síðustu leikjum sko, nei. Ekki endur, ég sleppti mér að segja World War 2 þó þessi mikið þannig að ég spila helminginn á hann, kláraði hann ekki. Þannig að kannski bara ákvæður það, en þeir eru að fá mikið bass út af því. Já, einmitt. Þú veist, fólki finnst þetta eitthvað og segir bara ég er ekki að fara að borga fyrir leik sem bara multiplayer. Þó að hafi ég alveg spilað single player er svo lítill partur af svona leik, þetta er stutt og sögur. Já, nákvæmlega. Það var, ég leit alltaf á það bara sem svona bónus. Það er bara aðeins til að geta lært inn á leikinn og aðeins fá reynslu á hvernig hann kontrólast og hvernig hann spilar. En þeir verða þegar allavega erfitt fyrir og það er kannski þessi fylgir þessu stóru fyrirtækjum eins og Activision og EA. Það verður sama hvað að gera, það verður alltaf vera með bara allt niður sig. Það er svona að mati margra, þó er náttúrulega að selja yfirleitt hellinga þessu. En ef við förum aðeins yfir í svona bara yfir þessar kynningar hjá stóru fyrirtækjum, byrjum á Sony. Og það var til dæmis leikur sem vakti mikla athygli á þeim var Death Stranding. Og þú veist, grafíkin er alltaf bara next level. Ég skil ekki. Já, nákvæmlega. Ég næði ekki hvernig þessi gaurar sem eru að gera leik sem er bara fyrir PlayStation, hvað þeir ná að pusha út úr vélinni, það er alveg magnað. Það er engin third party sem að næra að gera það sem að first party Sony leikirnir eru. Það er eins og þeir síðan með eitthvað varatank sem þeir láta engan annan vita. Þeir opnur út þetta first party leikum. Einmitt, og það því að þeir leikir, þeir lúkka Það er líka held ég, third party flestir að gefa út fyrir allar hinna vélarnar. Já, og þurfa að kompromissa eitthvað, akkurat. En allavega, hann lítur mjög vel út. Það er Mads Mikkelsen og aðalgaurinn úr Walking Dead, ég veit ekki eins og hvað heitir, Rebus, leikarinn hann. Trailerinn er samt, hann segir
Ekki neitt samt einhvern. Norman Reedus. Já, Norman Reedus. Sorry, þú veist það. Já, trailerin segir ekki neitt. Það er ógeðslega flottur. Já. Landslagið bara fáránlegt þrátt fyrir Hvað segir þú veist, eru bara, þú veist, þið sammála á að hann sé samt svona, hann spennandi, þó maður veit ekki hvað í gangi. Já. Þegar hann lítur svona út. Já. Þú veist, ég hef þessi súrrealíska hluti sem að bara make ekkert sense. Þetta súrrealíska hluti sem að maður vil fá meira. Já, þú vilt koma að stað hvað í gangi, sko. Þú veist, og til þess Mads Mikkelsen var algjörlega klipptur út af þessu trailer. Samt held ég að spila stórt hlutverk í leiknum og hefur verið í fyrri trailerum. Þú veist, hann leyfir sér bara það sem hann og svo þessi Íslandstenging. Já, hún frábær. Maður sér að þetta bara eins og að labba. Já. En það sá ekki líka að hann kom til Íslands og tweetaði einhverja myndir af mosa og eitthvað svona dóti. Hann hefur byrjað að formuleita hugmyndina þarna, sko. Þetta landslag er geðveikt, mér langar að nota þetta. Og ég fílaði mjög vel, það voru komið God of War sem er svona sækir í norræna söguarfin og svo kannski þessi, það rosa. Þannig að þið voru spenntið fyrir þessum. Það er mörgum að vera þreytt samt, sko, en ok. Íslands? Já, við erum svona farin að vera aðeins svo vinsælir. Það er bara kannski verið með húið í Death Stranding. Oh my god, nei. Já, það var einhverju 2 selir sem var í bakgruninu alltaf bara. Hafðu stjórn á þér. Það er ástæð fyrir ég ekki að gera töluleiki, sko. En allavega, ég treysti Kojima vel. Hann einhvern veginn hefur kannski einhvern tíma mistið því, ég man ekki allavega eftir því að flestir Metal Gear Solid leikirnir hafa verið nokkuð góðir. Algjörlega, þeir voru alltaf tætt. Já, þannig að hann er allavega við segjum að þeir byrjuðu mjög sterkt þarna, þeir sýndu hann, svo tókuðu Spider-Man. Ég meina, Spider-Man leikirnir hafa verið bara eins og sjúkdómur síðustu árin. Þú veist, þeir byrjuðu vel. Já, það voru nokkrir hérna. Þegar Activision tók þetta yfir. Já. Svo hröpuðu þeir allt svakalega. Já. Og ég veit ekki... Þegar þeir fóru að tengja við útgáfu myndana, þá náttúrulega þú veist, til þess að geta fyllt útgáfu myndarinnar, þá minni tími og meiri press til að gera leikinn og náttúrulega þá gátu þeir ekki gert neitt almennilegt. Og líka það var aðri gaurar sem að gerðu þá leiki, þeir sem gerðu þessa góðu PlayStation, hvað var það, 1 eða 2? Nei, 2. Já, sem gerðu það var Nevermind eða eitthvað sem gerðu fyrstu Spider-Man-leikinn, þeir eru mjög góðir. Þarna eru komið hvað held ég Insomniac Games sem að gerðu, þú veist, gerðu Resistance-leikina, gerðu ekki Spyro held ég, þeir eru að vera í allskyns leikjum sem eru búin að vera gera hlutina mjög vel. Já, með gott track record, það hafa gert góða hlutir. Þú gerðu Ratchet & Clank held ég líka og þeir eru búin að gera fullt af góða leikjum og þeir eru að vaða í þetta, þeir gera þetta mjög vel og mér sýnist það alveg. Grafíkin er stórkostleg, það virðist vera mjög svona seamless hvernig hann er að sveifla sér bossfighti og flottur og mér finnst það svolítið minna á Batman-leikina. Nýju Batman-leikina, þar sem maður lúkkar eins og ofurheiti þegar maður er að berjast og örugglega samt frekar einfalt, eða skiljið, þú veist. Batman var þannig að maður lúkkaði alltaf vel í bardagunum en það voru bara 2 takkar eða eitthvað, þetta var svona tiltölulega simpúl. Þú veist, ég veit ekki. Já, algjörlega, ég held að þetta sé svipuð, svipað bardagakerfi eins og í Arkham en þeir eru bara svona búin að betur bæta það og bæta út af því að Spidey getur gert ákveðna hluti sem að Batman er ekki að gera nota vefinn sniðulega og það var einn developer sem talaði nefnilega að þú getur, þú veist, það er alls konar random heists og dope dílingar og svona sem þú getur þeirra út á leiðinni mission og allt sem sér það er einhver glæpur að gerast þarna, ég get farið og stoppað það, sko. Það er allt mjög flott og uppsett eins og það sé partur af sögunni en það er það ekki, það er bara svona random hluti sem gerast í blokkinu. Þetta er mjög flott. Og hann talaði um það hvað það er sniðugt að þú getur notað webbin til dæmis er að stundum þegar þú kemur á staðinn þá ráðast þér að þig, stundum bara flýja þér og þau eru hræddir við þig og þú getur webbað á við bílinn sem að einn gæðin kannski hoppar inn í og keyrir af stað og þá byrjar hann að draga heimangöruna með. Það er geðveikt. Þannig að það getur verið mjög útsjónarsami með hvernig maður gengur frá mönnum, mjög frumlega nátt. Það er mjög gott, svo getur maður verið Peter Parker og það er sá hluti af sögunni þar sem hann er að vafra og tala um fólk og svona það er náttúrulega ekki alltaf í búningnum. Það er nýtt. Og það er svona nýtt element í þessu líka og ég held að sagan verði stórkostleg. Þeir eru að vinna þetta þétt með Marvel og þetta er náttúrulega bara þetta orginal saga og þannig að ég er mjög spenntur fyrir þessu. Ég held síðan hvað september, október og bara það er stutt í hann. Þannig að hann verður eitthvað stórleikur. Nú þeir eru líka þarna með nýjan sem heitir Ghosts of Tsushima. Það er eiginlega svona Grand Theft Auto Samurai style. Og þeir sýndu gameplayið úr hann lúkkar fárlega vel. Enn einn leikurinn sem var sérstaklega gerður fyrir PlayStation og bara er amazeballs. Og er með hest í líka, eins og Red Dead Redemption. Já, er með hest. Og í Witcher, ég veit mjög miklu tíma í leiki með hestum, ég veit ekki hvað það fyrir. Witcher spilaði 500 tíma, Red Dead búinn að spila endalaust og nýtt að Red Dead 2 kemur með, þú veist, mér finnst það minna svolítið á Red Dead stemminguna, húrreikar, samuræðir, þetta er ekkert svo langt á milli. Akkurat. Þeir eru báðir með hatta og þeir eru meira með sverð og boga kannski og hinir með byssu. En
Mér finnst það lúka fárlega. Það lúka mjög Bæði stealth og action ríkala spenntur fyrir hann. Og hann gerði á Sucker Punch sem að gera náttúrulega hérna, hvað heita þeir, Infamous leikina. Já, alveg rétt, já. Þeir eru alltaf mínur uppáhalds, þeir eru fárlega gera líka Sly Raccoon. Já. Platónleikina voru svona kannski stóru leikir en voru skemmtilegir, sko, virkilega. Þannig að þetta er svona vandaði developer og þvílík grafík sem þeir ná að kreista áttu vélina. Það er magnað. Þannig að ég held að þessi sé eitthvað svona risastór veröld, Grand Theft Auto style, bara gjör svona opið gameplay, ég held að það verður hrikalega góð. Virkilega spennandi. Nú svo er það kannski svona, hvað maður að segja, svona krúnu djásnið hjá Sony að Last of Us Part 2, þeir eru alltaf með Naughty Dog sem er eitthvað besti bara að leika fram með þetta í, held ég, veröldin er allavega einn af þeim, myndi ég segja. Ekki spurning, sko. Með Uncharted leikina og Last of Us 1, mínu viti er Last of Us 1 besti leikur sem ég. Ég hugsaði að flestir munu segja það. Ef þú spyrir einhvern hver uppáhaldsleikurinn er hann er allavega að hlýtur að fara á top 5-10 hjá mörgum. Já, ekki spurning, sko. Já, ég sitt hann hátt, sko, en hann var samt ekkert leikur án vandræða, sko. Nei, alls ekki. Þetta var, þú veist, ekki rosa frumlegur. Mér finnst bara byrjunin á honum. Já, hann náði að hreyfa við hann. Hann grípur mann, sagan grípur mann. Barnið grípur mann algjörlega. Og er það ekki bara svolítið einkenni á Naughty Dog? Þeir náðu búið til karaktera sem maður finnur til með, eins og Uncharted. Detturinn í sögurnar. Og þarna er allavega einn af fáum, ef ekki fyrsti lesbíukossin í tölvuleik, þegar það var í trailertum. Og það fór eitthvað á hliðina, ég skil ekki út af hverju. En trailerin var náttúrulega bara rosa mjúkur. Svo kom bara mesta rúst bara sem var sér einskera hausinn af hérna með bitið sem hrikalega brútal og hann lítur hrikalega vel út. Já, vá. Auðvitað, hann var alltaf að líta vel út. Já, einmitt. Já, ég held að þeir fari alveg lengst undir hútið á PlayStation og rífa allt upp. Þeir eru svakalegir. Þannig að Last of Us, ég náðu nú ekki hvernig hann kemur út, hvort hann er hann ekki á næsta ári? Jú, ég held alveg örugglega. Já, mann ekki eftir að sé það. Nei, en þeir ég held að koma með á næsta ári. Nú annar leikur sem verður kannski mjög stór þarna, Nioh 2. Já. Fyrri leikurinn ágætur, þú veist. Þetta er gerður á Team Ninja sem gerur Ninja Gaiden leikinn. Hann var nú svona legendary. Já. Þeir leikir voru ekki nokkri held ég. Jú, hellingur. En Nioh 1 þótti nú ekki ná alveg þeim aðeim. Nei. En ég spilaði hann ekki mikið reyndar, ég verður viðurkenna. En ágætis leikur, ég hafði gaman að hvernig þú gast switchað hérna bardagaaðferðum, sko, eftir því hvers konar óvinni og þú varst heldur duglegur að hoppa yfir í alls konar öðruvísi, sem sagt, vopn og... Já, það datt ég út. Ég er ekki nógu vel gefinn til að spila svona leiki. Ég vil bara hafa mitt sverð og skjöld og ég er ekkert, það er hrikalegt að vera að skipta á mill og finna út úr. Já, það var svona Dark Souls típa af leik, sko. Hann lúkkaði vel og massa erfiður líka. Já, mjög erfiður. Ekki mikið save points og maður var alveg bara, þú veist, ef maður drafst þá þurftum að byrja bara einhvern öldum áður. Já, og maður þurfti kannski að gera ákveðna parta í einhverjum levelum, sko, 30 sinnum, þú veist. Já, ég hef ekki þolið með þetta. Já, annarkvort fílar það ekki. Nú svo leikur sem heitir Control, gefinn af 5 of 5 Games, gefinn út. Þetta var leikur sem vakti athygli, þetta er svona einhver framtíða shooter. Svona þess að getur hafa stýrt umhverfinu, kemur út á næsta ári. Meikaði ekkert mikið sens það sem var í gangi, hann var sýndur á það. Svo er Resident Evil 2 remake, að gera hann aftur. Yes! Ég er ánægð með það. Ég spilaði Resident Evil 1 remakeið, finnst það gott. Frábært. Og þetta eru svo góði leikir. Þetta voru bestu Resident Evil leikirnir. Já, þetta voru góði leikir. Þarna voru þeir ennþá í takti við það sem þeir ætluðu sér og verður gaman að sjá remakeið lúkka vel. Virkilega. Nú annar leikur sem var sýndur var Kingdom Hearts 3, komið útgáfudagur, janúar á næsta ári, sýndur Frozen er hann inni, Ólafur í leiknum, hvað það gerir því? Búm, hann er flottur. Kemur það óvart að ég er ekkert vorslega spenntur fyrir honum? Ekki, ég held að þú elskaði Kingdom Hearts. Nei. Andri Sönd, Guffi, Frozen, allt Square Enix liðið. Það er ekki tengingin, Final Fantasy tengingin væri það sem myndi draga mig að, en nei, mér fannst hann er geggjaður. Ég hlustaði eitthvað svona voice acting clip úr þessari sýningum, það var mjög skrítið. Þið neikvæðu svín, eru þið ekki? Hann lúkkaði ógeðslega flottur. Já, algjörlega. En er þetta ekki bara svona Final Fantasy spilaelement samt? Þetta er bara roleplay? Mun er sem sagt ekki eins flókin eins og Final Fantasy getur verið, eða var allavega. Og spilast öðruvísi, þetta er meira svona hack and slash element heldur en turn-based kombati sem að Final Fantasy er þekkt fyrir. En það hefur náttúrulega breyst í seinustu Final Fantasy leikjum þannig. Er allir Guffi sér fyrsta rottan sem er í svona aðalhlutverki leik? Nei. Guffi er ekki rotta. Já, hann er rotta. Hvað er hann? Er hann ekki hundur?
Hann er ekki einhvern svona hund, hann er ekki rotta. Ég veit ekki. Hann er hundur? Ég sagði rotta. Það hefur pottið til rotta líka. Já, flott rotta. Allt þetta var rámt, Ólafur. Vá. Það geggjað. Ég er rotta. Herðu, svo það svona í loki bara Sony, ef við lokum Sony þá það God of War sko, nýr svona spiluramöguleiki God of War. God of War er náttúrulega bara einn af mínum allra uppáhaldsleikjum. Þannig það er komið held ég New Game Plus. Þannig að ef þú startar þetta í New Game Plus, þá getur byrjað leikinn með öllu sem þú varst búinn að ná þér í ef þú hefur klárað leikinn. Þannig að þá getur þú byrjað bara frá upphafi í einhverju rugli. Það ljómar ágætlega. En þannig að þetta var svona helsta hjá Sony og við vindum okkur þá yfir í Nintendo. Og ég reyndar persónulega hef ekki verið að spila mikið Switch, þú ert Switch-maður? Ég er Switch, ég er Switch-maður. Það voru þarna leikir á Super Smash Bros, hvað heitir hann, Ultimate? Já, það er spennandi. Allir karakterarnir frá byrjun, frá upphafi, til verða í leiknum. En Guffi? Hann alltaf var ekki Hættu þessu Guffa-dæmi. Já, bara tjekka. Rottan Guffi. Já, rottan í öllum leikum. Það er Disney sko, það er ekki Nintendo. Ég veit það, en já, allir karakterar, bæði Nintendo karakterar og einhverjir launch karakterar og öðru leikjum, ekki? Jú. Þannig að þetta lítur að rosalega... Snake er þarna? Snake, já, Snake er þetta. Og þetta lítur að rosalega library af karakterar. Já, ég man ekki hvað eru margir en ef þú sér myndina þar sem það er búið að raða með öllum upp það eru helviti margir sko. Ég var ekki búinn að telja það. En ertu spenntur fyrir honum? Já, en sko, jú, þetta er frábær leikur með vinum. Það er algjörlega nauðsynlegt að eiga fullt af vinum sem að hafa gaman að koma í heimsókn og spila. Það hefur verið smá vandamál upp á síðkastið hjá mér allavega. Ekki eins margir félagar sem er tilbúin að koma að spila Smash þessa dagana. Það er svo gamall og svona. En frábær leikur upp á það að gera. En ef þú ert einn að spila, pass. Þetta er svona 4 í sófa, 2-3 kaldir, trash talk. Svo er meira party að Super Mario Party 7. desember, Switchir líka þannig að þeir alltaf halda áfram bara í Er ekki Nintendo bara, hvað er þið bara fastir í bara einhverju svona Groundhog Day eða? Að gera alltaf sömu leikina? Er ekki allir að gera það? Er ekki allir? Jú, ég held að. Er Mario Party bara 8000? Já, en Mario Party er frábær leikur. Að vísu, hann hefur verið upp og niður. Wii U leikurinn var ekki góður. Það voru, hvað gamla Nintendo töla með litlu diskonum? Já, Gamecube. Gamecube, já, þar voru góðir Mario Party leikir. Og sama, frábærir party leikir, spilar þetta ekki einn. Nei, Mario Party er bara svo glorified, 1 króna. Muni eftir 1 krónu eða? Ég spilaði þér á lítill, já ég er náttúrulega seldur með því. En alveg, já, þetta er bara svona partyleikur. Þetta er ríkalegt. Þeir eru að gera það og svo náttúrulega tilkynntuðu bara öllum óvörum kannski, eða mér allavega, að Fortnite er bara kom út. Hann er komið. Tilkynntan, hann kemur út á eftir, eða óvunni, eða hvað sögðu? Sem er frábært, ég er búinn að downloada honum, ég er búinn að spila hann. Vissi bara þessu bara? Það voru rumors, það voru bara, já, það var ekkert komið á hreint. Og hvernig líst þér á? Er hann góður eða? Bara eins og hann á að vera, basically. Nema það að eina ástæðan fyrir akkur ég myndi vilja spila hann á Switch frekar en PlayStation er að ég vil fá motion aiming með gyroinu, þannig að þú getur miðað eins og þú gerir í Splatoon sem er frábær eiginleiki og það er komið líka í Doom en það er ekki ennþá komið, vonandi kemur það, annars spila ég bara PlayStation. Já, orðið sem gefur upp í huga minni bara gillina, þú ert að fara að festast á klósettinu í Fortnite bara með litla skjá. Ég skil ekki hvernig heilið þinn hugsa. Ég menn ef maður er mikið á klói, þið viti ekki neitt sko. Heyrðu allavega, ég er alltaf langskólagengur. Nei, kjálta. Heyrðu allavega, þetta... Ég veit ekki hvað það þýðir. Svo líka smá umræður, ég meina crossplay á milli Fortnite útgáfana er held ég hægt nánast á milli allra útgáfana nema PlayStation. Sony heldur sér alveg út fyrir utan þetta allt saman. Hvað finnst ykkur um það? Ég veit það ekki. Ég er ekkert svo hrifinn af þessu cross-platform play. Út af því að fyrir svona leiki maður sem er með mús og lyklaborð með töluvert advantage á gæja með mikið advantage. Sá sem er að spila á iPhone. Já, og fyrir utan það er alltaf bara... Ég er eitthvað crossplaya bara við iPhone-spilara af því að þeir hvað er að gerast þú? Ég er með stýribyrðan Af hverju gáðu þeir út leikir á iPhone? Ég veit það ekki, ég skil það ekki. Það er hrikalegt. En allavega, hann er allavega komin út á Switch og ég man ekki, var eitthvað fleira, var komið eitthvað Gamecube controller sem tilkynntu þarna líka? Já, einmitt, það er tengslum við Smash. Flestir eru vanir að spila með þessu controller. Þannig hefur getið það, en þannig að Nintendo var bara í ágætt spál. Já, Mario Tennis er komið aftur. Mario Tennis, já. Mario Aces. Fortnite var aðalið það ekki, sant?
Fortnite var aðal sem er skrítið. Sem er skrítið fyrir Nintendo líka að Fortnite sé aðal tilkynning. En á móti náttúrulega Nintendo hefur alltaf verið með sitt eigið thing sem þetta Nintendo Direct. Þeir hafa aldrei tekið E3 eða svona þessar sýningar mjög alvarlega því að þeir líta alltaf á að við gerum bara okkar sko. En núna þeir setja bara svona draslið í það er búið að gagnrýna fyrir að vera með frekar lítið að leikjum fyrir nýju véla, Switch. Ég meina, hún er ekkert það mikið að leikjum. Ég er algjörlega ósammála því. Er þá þú ert líka að spila svona litla leiki sem bara tveir gerði á korteri? Ég elska hvað það er að detta inn mikið á gömlum arcade leikjum. En það vantar kannski þessu stóru svona. Stóru leiki. Þú vilt stóra leiki? Já, en... ekkert allir sem er ekki partyleiki. Já, ok, ég kannski... Indie partyleiki. Það er kannski ekki að marka mig út af því að ég spila stóru leikina á PlayStation eða PC. Ég er ekki í Switch til þess að spila stóru leikina. Nei, þú ert í því til að spila Just Dance. Sem er enda stórskemmtilegur. Hérna, talandi Just Dance. Sjáðu tengingarnar hjá mér. Microsoft hendir sér á dansskólið með svakalega leiki. Sjáðu tengingarnar. Það var svo það er ekki bara, þú veist, ekki bara... Hvað ertu búin að bíða lengi eftir að segja þetta? Bara ekki bara fallegur, heldur líka bara magnaður sjónvarpsmaður. Herðu, hérna, allavega, Microsoft var þarna inni. Þeir kynntu Halo, nýjan Halo-leik. Halo Infinite. Og Phil Spencer sem steig á sviðið sagði að þetta yrði svakalegasti Halo-leikur hingað til. Þannig að þetta er ekki... Þú veist, þeir hafa verið að ströggla svolítið með Halo. Þeir mistu Bungie út. Og eru ekki, þú veist, búin að fara í alls ís áttir með Halo. En ætla sér tilbaka. Ég hef ekki mikið með að segja því ég hef ekkert spilað þetta nýja Halo. Hefur þú spilað eitthvað Halo? Ekki nýja sko. Ég hef reynt eitthvað að spila þessa leiki. Þú veist, fyrstu voru góðir. Bungie náttúrulega kunna þetta. Og svo náttúrulega hendur, þeir voru náttúrulega eiginlega nánast hluti af Microsoft. En svo hendur þessir út og hérna fóru að einbeitt sér á Destiny. Já, einmitt. Þannig að þetta er örugglega stórar fréttir fyrir þá sem að fíla Microsoft og þetta. Já, það sem er skemmtilegt við þetta líka er að þeir eru að koma á PC aftur. Og þá er ennþá líklegra að ég til dæmis prófa hann. Því ég á ekki Xbox. Og ég held að Microsoft sé í rauninni svolítið að fara ekki að líta kannski á Microsoft, auðvitað er Xbox svona kannski þeirra helsta leikjaplattform, en þeir eru að svolítið að tekja þetta saman. Bæði með hvernig stýripinnar virka saman og hvernig nýja Windows eru að gera þetta upp. Ég held að það sé sniðugt hjá þeim. Og hvernig þú ert að sæna þið inn held ég, er þetta ekki orðið eitt? Jú, þetta er svona orðið eitt ecosystem í rauninni. Þannig að það er bara flott hjá þeim, þeir hafa svo sterkan... Ég held að sé sniðugt sko. Ég held að virki vel hjá þeim. Nú þeir sýndu, tóku yfir á sinn blaðamann líka Fallout 76. Skilst mér online Fallout leikur á að vera 4 sinni stærri en Fallout 4. Ég hef bara eiginlega aldrei spilað Fallout, þannig að hvað segir þið? Það eru allmest bara mikil neikvæðni kringum þetta release. Sko málega ég held að menn séu miskila að þeir halda að þetta sé næsti Fallout leikurinn. Þetta er ekki næsti, þetta er svona eins og þetta er Star Wars, þetta er Star Wars story, þetta er Fallout story. Þetta er svona branching off, þú veist. Þeir mun koma með nýja Fallout seinna. En hvernig alltaf sé þetta bara online leikur eða? Þetta er bara online, ég held ekki að menn sé bara fúlir í því að þetta er svo löng bíð alltaf. Elder Scrolls, Fallout. Og núna kemur ykkur online leikur sem að þú veist, menn vilja endilega ekki alltaf fá. Það þýðir bara að það er ennþá lengri tími í næsta single player Fallout en næsta Elder Scrolls. Heldur það séu meira fúlir yfir því heldur en að þeir hafa farið þessa leið með Fallout? Farið online? Já, ég meina þú veist, Elder Scrolls Online heillaði mig ekki neitt. Ég elska hinna Elder Scrolls, Oblivion og Morrowind og Skyrim og þetta. Þess heillaði mig ekki neitt og þú veist, sem því að það er bara að líða 10 ára eitthvað milli Elder Scrolls leiki að single player sem mér langar að spila. Það er alltaf langur tími. Það er alveg rétt. En þeim er fyrirgefið ýmislegt, því að ég man þegar Fallout 4 kom út, ég byrjaði að spila hann. Grafíkin var ekki sérlega góð. Hann var mjög broken leikurinn þegar hann kom út, en það er búið að laga hann síðan og var fullt sem vantaði í hann. Það var samt alls þar að fá 10 af 10 í dóma. Því að bara menn fyrirgaf honum. Einhvern veginn kemst Bethesda alltaf upp með ótrúlega hluti sko. Það er líka ekkert margir sem er að gefa út svona stóra flotta singleplayer leiki. Nei, það er satt, Þeir eru alltaf flottir leikir. Það er algjörlega. Þannig að það verður spennandi að sjá hvernig hann er að koma út í haust held ég, ekki? Þessi? Jú, ég ætla að, ég fer í hann með opnum hug allavega. Ég hugsa það. Og vona það besta. Kannski verður þetta aðeinslegt. Og ég held að þetta sé ekki beint, við erum ekki að fá MMO-leik, við erum ekki að fá Fortnite-leik, þú veist, Battle Royale. Mér skilst að það sé bara einhver svona 12 saman á server og þeir eru svona að vinna saman eða gegn hvorum á móti einhverjum alls konar skrimslum og staffi. Gæti ekki verið minna spenntur, en hérna það verður gaman að sjá. Hvernig getur ekki verið að spila þessa leiki? Ég hef ekki spilað Zelda, ekki spilað Fallout og ekki spilað, þetta er aðalega þessir sem eru mínar syndir sko. En þannig að ég þarf bara að gera bara eitthvað í því. Þeir eru líka með Crackdown 3, þar eru með karakterina sem Terry Crews leikur hérna í Old Spice auglýsingunum, hann bætti inn í trailerinn, mjög fallegur. Crackdown er svolítið svona wacky leikur. Ég heldur að það fengi hvort að
framleiðandinn af Just Cause eða allavega fengu eitthvað sem unnað Just Cause til að koma inn í hann. Just Cause náttúrulega eins klikkaði leikur og verða. Ég var bara að henda reipi í eitthvað rollur og draga þær út allt þegar ég var að spila. Það var eins og ég gerði, ég kláraði aldrei söguna. Þannig að þú veist, Crackdown verður svolítið svona, hann svona overreact, svona skrítin vopn og... Fyrri Crackdown-leikinni voru mjög skemmtilegir. Þannig að ég held að það getur svolítið svona quirky og skemmtilegur. Nú svo er Forza Horizon 4, það er bara enn meira þið sama. Þú veist, bara bílaleikur, þú veist, ég veit ekki hvað þetta gerir meira. Bara Forza, þetta er bara eins og FIFA og NBA. Gran Turismo og Forza, þeir eru bara alltaf einhvern veginn að out-do themselves. En Forza er samt með þeim betri, myndi ég segja. Þú veist, nema þú veist svona superbílanord, skilur þá ertu í Gran Turismo, en Forza er svona með aðeins meira arcade. Þar myndi ég segja mig vera sko, en það sem ég á ekki Xbox, þá er ég ekkert með. Nei, hann er aðgengilegri, það er alveg horrið. Já, hann er aðgengilegri. Það sko, Gran Turismo er rosa hardcore. Nú, svo sýndu við nýtt stöf fyrir hérna PUBG, það er nú þinn heimavöld, Tryggvi. Það er minn heimavöld. Hvað hérna er að gerast? Er eitthvað nýtt framöndan? Það er komið þriðja mappið, töluvert minna, heldur en hinn. Í alvörinni, minna? Já, hinn eru alltaf stór sko. Eru þau of stór? Já, þeir gerðu mappnum 2 og þú lendir í actioni, fullt að gerast og svo geta liðið tíminn til þess að bara hlaupa og ekki gerast. Það er of langur biðtími, það er alveg gallið með held ég alla Battle Royale leiki, þessu svona downtime, en í þessu mappi er hann alltaf langur og það er, fólk nennir ekki að spila lengur. Þú getur valið hvaða mapp þú vilt spila og þetta er yfirleitt bara hakkað út. En munurinn á til dæmis PUBG og Fortnite er að þarna ertu með vehicles. En það er bara ekki mikið af þeim, það er bara öll fóða bílar eða eitthvað. Oft finnur ekki neitt, oft bara ert að hlaupa og þó þú keyrir inn í hringinn það þýðir ekkert endilega að finna einhverja gaurar sko. Nei, ok, já. Og þú vilt ekkert vera að keyra endalist það þegar þú keyrir inn í hópa gaurum þá starfst þú bíl tíma. Já, auðvitað. En leikurinn því, ég meina, svo kannski þurfa að laga hann á Xbox, alveg skelvilega vittum framerate allt og lítið. Þessi leikur er þannig núna, þeir laga eitt og það bila tvennt. Þannig að það er ekki gott. Þeir laga það á bila tvennt, það er bara alltaf þannig og hann er hræddur hægt og rólega að vera ómissandi út af þessu. Þannig að ef þeir fara ekki virkilega að rífa sig í gang. Hann virðist vera meira hardcore. Fortnite er svona meira aðgengilegri grafíkin eða ekki, eða svona meira kannski fyrir alla aldurshópa, svona teiknumyndalegri. Öll format sem til eru. Við vorum meira að segja hérna, þú veist, já, ég held að sé bara komin á öll format. PUBG er meira bara orðið PC og Xbox og þeir eru ekkert mikið meira. PC nummer 1 sko. En hann er líka fyrstu persónu. Getur verið fyrstu persónu, já. Það er alvöru. Það var nýtt stöð fyrir hann og annars svona leikur sem er ágætlega Division 2. Ubisoft kom inn og kynnti hann á Microsoft kynningunni. Gerist í Washington núna, var í New York fyrst. Ég spilaði Division, hann var náttúrulega mjög slappur þegar hann byrjaði, svo löguður hann helling. Hann var þrjusu góður fyrir rest sko. Þannig ég reikna með að þessi bara verði góður. Þetta er náttúrulega bara svo svipað, þetta er alveg svo Destiny. Þetta er basically sama formúla. Þú veist, þú ert bara að fara hitta eitthvað fólk. En það sem þeir mega samt eiga er að þeir komu mjög interesting game modes sem til dæmis sem Destiny er ekki mikið að gera sko. Og er þriðju persónu og er bara, þú veist, ég fíla hann vel sko. Cover system líka, sem að maður ekki í Destiny til dæmis. Þannig ég fíla hann vel, hann var bara aðeins svo efnisýr þegar ég byrjaði að spila hann. En það bólaði hann, veit ég, mikið síðan. Nú það kom þetta líka Shadow the Tomb Raider, nýji Tomb Raider leikurinn. Já, þeir eru alltaf þéttir. Já, þeir hafa verið að lagast mjög mikið eftir að þeir tóku og rebootuðu Tomb Raider seríunni. Líta vel út og meira svona roleplaying, getur krafta vopn og geta eitthvað svona, en það lítur vel út. Þú veist bara meira því sama. Devil May Cry 5 var líka kynnt. Ég veit ekki, ég datt út fyrir löngu síðan þessari seríu. Já, þeir eru nú samt alveg skemmtilegir. Já, þetta er svona hack and slash bara... Svona trill combo. Já, trill combo, mjög svona over the top. Nú Dying Light 2. Dying Light 1 var geggjað, ég elska Dying Light 1. Þannig að þessi geti orðið góður sko. Já, ég er mjög spenntur. Þetta er þetta ekki fyrstu persónu svona einhver... Jú, svona, hvað kallar maður þetta þegar menn er að hoppa milli hústaka? Parkour. Já, parkour, þannig, þú ert gæi sem hoppar út hústökum og þannig sleppur frá flestum zombíum. Já, þú ert að gera mission á daginn og svo ef þú varst úti á nætuna þá komum við fullt af eitthvað skrimslum og það var umlegt og ég var hræddur og öskraði. En þetta var mjög skemmtilega leikur. Þannig að það er að koma fram á tónum. Nú þeir sýndu þarna bara svona, sýndu ekkert úr honum, bara svona spjald að Battletoads er að koma á 2019 og það var bara allt vitlaust í salnum og hérna... Ekki klúður að því. Nei, þetta er vonandi. Svo sýndu Just Cause 4, þeir hafa greinilega verið með Square Enix þarna í húsinu.
Ég meina Just Cause, ég hef alltaf fílað þessa leiki, þetta bara total mayhem. Þetta svipað á Far Cry, þú bara með risa eyju, svo getur verið að gera eitthvað. Já, bara svolítið silly og getur bara verið að leika þér og... Þú stendur hún að vanga á þotu og þú veist, og ert að hoppa á milli og tóða í þyrlu og þú veist, þetta alls gett vilsa. Alveg crazy. En virkar einhvern veginn ágætlega. Það sprengt allt í honum, alla byggingar og þetta rústað öllu í honum. Og lítur yfirleitt mjög vel út, sko. Já, þannig að ég er spennandi að fylgjast með því. Nú svo er Gears of War 5. Hann var tilkynntur og það er í aðalhlutverki þarna hvern karakter held ég sem var í Gears of War 4 Nú, já. Eða kom allan fyrir þar og er semst persónan þarna en það er meira því sama nema svo kynntuðu líka þeir að gefa út Gears of War Pop sem er móbaleikur og Gears of War Tactics sem er svona rauntíma hernaðarleikur eða real-time strategy leikur Þannig ég veit ekki, þetta gera helling með Gears of War og svo kom leikur sem að menn eru spenntir fyrir það Cyberpunk 2077 Þetta Eru ekki spenntið fyrir honum með það? Huge. Nema það náttúrulega bara að maður veit svo lítið. Þeir eru ekkert búin að sýna neitt alvöru gameplay. Nei, menn voru eitthvað að greina þetta. Já, menn heldur þetta væri svo Grand Theft Auto. Það væri bara svona open world með faratækjum. Þú veist, bara í svona lifandi borg og ættir að leysa bara verkefni. Eins og Witcher náttúrulega kannski að vissu leyti er. Akkurat. Þetta er náttúrulega bara sögum framleiðendum. Witcher er náttúrulega bara einn af mínum bara uppáhaldsleikjum allra tíma. Og þannig ég er spenntur. Cyberpunk heimur er heillandi. Og þessi developer líka, CD Projekt Red, er einn af þeim bestu, bara hvernig þeir stýra fyrirtækjunu og markaðssetja sig og gera. Þeir hafa einhvern veginn alltaf verið svona, hvíti riddarinn í þessum developera heimi. Já, ég er nú tiltölulega lítill developer, þannig með þess að allra stærstu og hafa púlað leikið sem Witcher 3 sem er ótrúlega metnað og ótrúlega hefðilega. Hvað er pólskir? Já, það er pólskir, Þannig að þú veist, mjög flottir, þannig að hann kom mjög út og hann er svo einn af þessum stóru leiki sem við umtalaðir eftir alla kynningarna. Roleplayuðu þið Cyberpunk á sín tíma? Nei. Roleplayaru Cyberpunk? Já. Þið eruð ekki nördar? Jó, ég var Dungeon Master. Í Dungeons & Dragons. Býttu, ok. Þeir eru staddir á slóða. Og á undan ykkur trögg. Næsti leikur. Gekkja Dungeon Master. Það eru ský á himninu. Nei, ég prófaði þetta nokkuð, svo bara gafst ég upp. Ég fór aðalega bara því að voru fría pítsur. Sjálfsögðu. Já, það var hérna, þannig. Gekkja roleplayar. Já, það er þetta, ég trúi þess, svo er það Beyond Good and Evil 2. Já. Það er líka Ubisoft. Já. Það er sko, Beyond Good and Evil 1 var bara svona legendary leikur. Já. En ég veit ekki af hverju, nei. Ég spilaði hann ekki, sko. Nei, ekki heldur. En það er alltaf einhvern veginn, allir að bíða alltaf eftir númer 2. Já. Ég hrifin aðeins apa, hann rífur kjaft og einhver skíthæll og... Þetta er svaðaleg. Api sem er skíthæll, þetta var í öllum leikjum. Það er geðvikt að api sem er skíthæll. Nú á meira Ubisoft, þeir eru með nýjan Assassin's Creed sem heitir Odyssey. Já. Gerist í Gríklandi við Miðjarðarhafið. Alveg að verða pjúra roleplaying-leikur núna. Já. Þú getur valið þér Assassins, það er ekki bara eitt svona sem að þið brjála story og þú getur valið kallið að konu og býr svolítið til karakterinn. Já, akkurat. Og mikið customization, sérstaklega þú ert komið skipin aftur, svona þetta naval sem við vorum í Black Flag og nú getur þú customizað crewið þitt og skipið, fullt að gerast þarna held ég. Já, hellingur í gangi og þarna er bara orðin pjúra roleplaying held ég. Þú ræður sögutræðum svolítið og þetta er allt einhvern veginn. Þetta er meira í þínum höndum en áður. Þannig að, er það gott eða slæmt? Ég veit ekki. Hvað finnst ykkur? Stundum finnst mér betra að láta bara leiða mig áfram, sko. Af vísu. Ég veit ekki nálega. Sumir leikir funkar betur þannig. Þetta er svona, þið þurfum að bíða og sjá. Já. Ég held að það verið þannig. Raids 2 var sýndur, Bethesda. Já. Það var ótrúlega fyndið. Sáu þér að þið voru að kynna það og kom hérna hljómsveitin. Andrew WK held ég að heiti, það er þessi gaur sko sem er algaurinn, alveg trilltur svona rock sko, hann semur, þú veist, byrjunarlagi fyrir leikinn sko sem er í trailernum, rosa rock eitthvað og hérna sér maður kamera á liði sem er að hlusta á hann og allir bara Já, allir bara vartir. Og hann er svo þvílíkt að reyna að fá alla til þess að komið, rockum Það er ekki alveg krátið þess að peppi þetta heldur. Það er híkað allir bara Ég er komin til að horfa töluleiki, ég er ekki komin til að fangja slamma. Akkurat. Það er rosalega. Svo er hérna koma hérna From Software sem gerir Dark Souls. Er þetta með Sekiro, Shadows Die Twice. Ég veit ekki alveg mikið að leika, þetta er alltaf roleplaying leikur frá þeim, hlýtur að vera massa erfiður. Dark Souls leikinni voru alltaf bara eins og að pinta sjálfan sig. Það er bara eins og bara, ég veit ekki hvað sko, að skera sig á háls bara með bitlausum hníf. Það eru verstu bara, ekki verstu leikir í heimi. Ekki fyrir þig eða? Ég reyndi í alvöru að spila Dark Souls
og það fór þannig að ég bara var svona kortur í að missa geðheilsu eins og erfiður. Hafið þið spilað Dark Souls? Já. Hafið þið klárað Dark Souls? Nei, þetta er ekki klárað. Það er ekki alveg... Auðmingjar segi ég. Laði ekki, ég kláraði næstu í Bloodborne, en hérna, ég hef ekki klárað Dark Souls. En leikurinn nánast kláraði mig. Þannig að það samt segir ekki neitt. Nei, það segir þetta ekki neitt. En þeir eru að bæta við skemmtilegum fítusum í þennan leik. Þetta er svona, núna orðið svolítið svona samjúræja, eða svona japanskt element í þessu. Og hérna, þá eru farin að líkast Neo allt í einu, en ok, allavega. Það er mikið að samanræfum. Já, algjörlega, það er brilliant. Ég elska góðan samanræfum. En þarna er að implementa eitthvað svona grappling hook. Og þú getur notað hann ýmsa vegu til þess að hjálpa þér að berjast. Eru kindur eða? Eins og Just Cause? Já, það verður bara að sjá. Ef það er alltaf að gera eitthvað fyrir Óla okkar, þá hljóta að vera kindur. Ég er besta atrið. Abrón og kindur, það er Óla bara. Ég var eftirminnilegasta atriðið þegar ég húkkaði kú í Just Cause 3, húkkaði hann aftur í bíl og keyrði af stað, dróði hann eftir mér, geðveikt. Það maður ekki að segja þetta. Allan að meiddist engin dýr við gerð þessa leiks eða þessa þáttar. Nú svo er Anthem, BioWare. BioWare það er búið að gagnrýna EA Games fyrir að taka fjaðrirnar og vængina af BioWare. Og gerðsannlega búið að vængstífa það með ömurlegum Mass Effect sem kom út síðast. Hræðilegur. En nú er það Anthem og hann verði ég að segja, ég kíkti á trailerinu og búinn að skoða á kynningarnar á honum. Þetta er náttúrulega bara Destiny. Þriðju persónu Destiny Division. Ekki spurning. Þetta er bara þannig leik, algjörlega. Meiri sé að alveg svipa til karakterinn á Destiny, karakterinn sem hann eins og Guardians í Destiny. Það var heldur fyndið, var einhver sem nefndi á YouTube að þegar þú horfir á þegar í borginni sem er hubbið, það sem allir eru að kaupa og selja og eitthvað svona. Og síðan þarf þetta að hoppa niður og þú fær alveg geðveikt langt niður. Það var einhver sem nefndi að þarf ég að fara upp og niður aftur og aftur og aftur alla þessa leið. Það hlýtur að vera að bjóða manni einhvers konar að koma strætt á milli. Út af því að þetta er, maður fara alltaf í að ímynda sér, wow, hvað fer mikill tími í það þá. Og þetta er svo stórt allt saman út með þess að jetpacks þarna fljúgandi En þetta, hann lítur vel út. Ég vil meina BioWare eru með gott track record, þó að þeir hafi klúðrað kannski Dragon Age seinni leikjunum. Fyrsti var ágætur, hinir tveir þóttu ekki alveg nógu góðir. Mass Effect hafa verið góðir fram að þessu. Hvað vorum með Star Wars leikina líka. Og hafa verið með svona gott track record myndi ég að segja. Knights of the Old Republic og... Og nú er náttúrulega, þú veist, kannski búið gagnrýnin búin að ná til EA. Þú veist, það er búið gagnrýnin fyrir þetta. Þeir eru ekki með Season Pass í Battlefield 5. Nei, einmitt. Þeir tók það út, en nú er bara prófa þetta content, bara út í þið óvendilega. Ég meina, kannski vona maður allan að þeir séu að hlusta. Ég meina, að því enduðu degi er að kúrnin sem borgaði. Akkurat. Það er hérna, þú veist, þeir lentu örugglega í versta öldugangi lífsins með þetta looting system og Battlefront 2. Einmitt. Þú veist, hlutabréf, hafa örugglega fengið forstjóri á Disney og línuna þetta Star Wars property. Stóður ekki upp á sviði núna að lofa að þetta er ekki? Já, í Battlefield og þeir eru að taka þetta út núna. Og þeir voru líka að tala um að menn vildi alltaf vera online, alltaf tengdir, ekki söguþræði. En ég held að þeir séu alveg að koma tilbaka. Þeir halda söguþræðum vinni í Battlefield. Já, akkurat. Þeir eru með söguþræðin áfram í FIFA sem að nýlega tóku það inn og svo virðist þeir alltaf koma með Anthem sem að virðist þeir sem er söguþræðum alltaf en online líka. Og svo meira af EA, þeir kynntu líka náttúrulega FIFA 19. Highlightið þar, þeir eru komin við Champions League. Hvað á þá Pro Evolution Soccer leikirnir eftir? North East London, það er held ég Arsenal í leiknum. Þeir hafa ekki eins og leyfi fyrir liðin, þeir hafa ekki leyfi fyrir neitt í Pro Evo. En þeir ætla að gefa hann út samt. Pro Evo? Þeir ætla að gefa hann út, ég veit ekki. Hann, ég þekki engan. Þeir voru alltaf með Champions League, voru með Európa-deildina og UEFA Super Cup. Það er alltaf leikur sem maður heyrir að er betur en FIFA en ekki spila. Já, þeir eru með sitt svona hardcore following sem það eru örfáir gaurar sem að fíla hvernig hann spilar. Spilunin er skemmtilegri. Og kannski líka, hann er gerður af Konami sem er í Japan og knattspyrna er alveg sæmilega vinsæl í Japan og ég meina kannski er hann vinsæl þar, ég veit ekki. Kannski er hann meira lokal þar og gengur bara fyrir þannig. Og ég held að Konami séu náttúrulega hættir framlega leiki fyrir utan PES. Þeir gáðu út þarna, síðast að Metal Gear eða hvað hann heit þarna? Já, zombie-leikinn. Og svo held ég hafi bara nánast gefið út að þeir bara hér eftir verða bara Pro Evolution leikir. Basically þeir búa til pachinko-vélar og svona fjárhættu. Já, þeir eru í einhverju öðru örugglega en alltaf hætta í töluleikinu. Já, alveg. Nú, svo endum við þetta á leiknum hérna
Elder Scrolls 6 var náttúrulega sýnt svona smá teaser trailer á hann. Já. Mjög mikið Voruð þið spenntir það? Já, my god. Þetta var, þetta hreyfði ekki eftir mér. Ég er ekki mikill Elder Scrolls maður. Ég skil ekki. Ég er ekki að spila, ég fíl ekki Elder Scrolls. Hvernig fílar ekki Elder Scrolls? Af því að ég bara elska ekki að díla við drega. Nei, það eitthvað, þú vilt það ekki, þú vilt ekki díla við. Lélegasta afsökun sem ég á ævinni heyrt. Ég vil bara hafa, er eitthvað guffi í Elder Scrolls? Nei, ég held ekki. Hætt. Þannig að ég vil bara fara, ég fíla að þessi trailer, hann þú veist, 5 sekúndur eitthvað og það þú veist strax komin svona 500 kenningar hvar í heiminum þetta hvað er eftir leikurinn. Bara hvar ströndin hvernig hún liggur, hvað er mikið sjór. Og ég elska það með trailera, að þú veist, framleiðendur eru farin að gera það bara þú veist, bara viljandi, henda inn allskyns svona hlutum í bakgrunnan og svo fara allir að lesa í þetta og greina það. Þannig ég er að segja, ég skilaður spenntur fyrir honum. Hvenær er að tala um að sé? Óli er svona gæinn sem að segir já, hvað, Skyrim 2 að koma? Nei, ég sagði það ekki. Vá, hvað er þetta? Sagði þið það? Þetta er eitthvað þú veist að segja. Þú veist næstu því, þú veist það alveg næstu komin þarna. Nei, ég skil ykkur vel, ég er bara ekki nógu vel gefinn til að spila þessa leiki, hann er alltaf stóra aukast mikill fyrir mig. Ég veit ekki hvenær hann er að fara að koma sko. Nei, ég held að sé langt. Það er langt í hann. Þú veist, Fallout kemur, hann áttur að vera buggaður, þetta er líka tiltölulega lítið stúdíó, þetta er ekkert risastúdíó. Nei, þeir samt eru búin að stækka heldur mikið. Já, en ef þeir eru samt með 2 stóra leikir, Fallout og Elder Scrolls í gangi. Ekki bara það, við gleymum að nefna Starfield, sem er, þú veist, út í, Starfield sem verður út í geimi, sem er, þú veist, sem er, menn eru að tala með þessi nýja Mass Effect, sko. Já, ok. Og eru þeir að gera hann líka það? Já, sem Bethesda. Já, vel gert, þannig að það er nóg að gera það. Þeir eru líka með Rage 2. Ég vonandi innan þú veist næstu 5 ára. Og voru ekki með nýjan Doom líka? Jú, einmitt nýr Doom sem að lukkar alveg bara intense. Og Wolfenstein, ekki? Jú, nýr. Nema, það er smá kontroversi bak við það, er að það er engin Blazkowicz og hann gerist 1980. Það er geðveikt. Disco-nazistar. Disco-nazistar, já. 80s nazistar. Ok, kannski er ekki hægt að gera meira með Blazkow og Earth, Wind & Fire og Hitler og þú veist, þetta er bara draumaleikur. Getur náttúrulega ekki verið Hitler það sem heitir 1980. Nei, hann er í einhverju formi. Geima hann í kröku. Já, þú meina. Ég veit ekki hvað það er. Jú, það getur verið. Hvað er þetta? Nýnastar þá? Ég veit ekki. Við vitum ekki. Það er allavega. Þannig að þetta voru hellingur á leikjum. Ég held að við svona náðum að kofra flesta sem voru nú í 3 sýningunni. Red Dead var náttúrulega ekki þarna, það styttist í hann og menn náttúrulega eflaust mjög spenntir fyrir honum og náttúrulega fullt af leikjum að koma núna í haust sem að bara líta mjög vel út. Þannig að þetta verður svo nýju náttúrulega EA Sports, Madden og NHL, bara the usual suspect. 2K, NBA 2K. 20 ára afmæli 2K-seríuna. Já, einmitt. Þannig að 20 ára afmæli. Þannig að það verður gert eitthvað tilefni af því. Þannig að það er hellingur í gangi. Hvað svona rétt í lokin, hvaða leik svona brenniði heitast fyrir af þeim leiki sem voru kynnti núna eða er að koma út á næstu? Við byrjum á þeir Tryggvi. Last of Us 2. Last of Us 2? Já, af hverju? Ég var að segja. Hvað er Last of Us 1? Var það greip mig... Kossi? Nei, Koss var... Þú búinn að horfa á hann hægt? Má ég tala jafnvel? Segðu okkur frá því. Last of Us 1 var geggjaður. Þetta er bara saga grípur mann algjörlega og þetta er svona leikur sem maður verður leiður yfir að klára. Maður vill að segja lengi. Ég er náttúrulega bara búið að kynna stelpuna, Ellie. Ég vona að þetta verði áfram þetta sama chemistry þau tvö, ekki bara hún, eða ekki bara hann. Já, það er tvær. Já, það er tvær, já, það bara. En ég er mjög spenntur fyrir honum. Já, ég skilða mjög vel, þetta er náttúrulega að koma, follow-up fyrir góðan leik og developerinn svakalegur. Þannig að ég held að það sé bara mjög gott val. Hvað segir þú, Ívar? Ég segi Death Stranding og Ghost of Tsushima. Samræðarleikurinn hann. Mér finnst þeir alveg geggja spennandi. Ég er svo mikill Japan-gaur og Hideo Kojima, hann geti gert remake af Ping Pong og ég væri bara 10 af 10! Já, hann er rosalegur. Hann er svakalegur. Hann næri einhvern veginn að halda fólki með alveg súrustu hugmyndir í heimi. Já, alveg stórkostlegt. Þannig að það er mjög gott. Ég sjálfur að því að segja... Skyrim 2. Skyrim 2. Þetta er ömurlegir. Ég ætla að segja, ég ætla að vera sammála Tryggva, ég ætla að segja Last of Us 2. Ég er spenntast fyrir honum. Kemur ekki óvart hann sko? Nei, ég er svona mjög mikill, ég elskar svona storyline, það sem getur verið í róleitum. Ég vil ekkert svona mikið vesen. Þú er alltaf verið svona Uncharted maður, þessum leikjum sko. Já, Naughty Dog held ég að sé hands down bara minn svona uppáhaldsdeveloper. Já, þeir eru ekki að Þannig að ég held að segja Last of Us 2, þannig að það eru 2 þannig atkvæði og svo hérna er að japanska deildin í Game TV sem að
fær sína Death Stranding og... Ég meina, þessi Elder Scrolls trailer kveikti mjög mikið í mér, en þú veist, það er það langt í en að ég get ekki sagt það. Ég myndi segja það sama, ég mjög spenntið fyrir því en það er ekkert komið. Það er ekkert að fara að gera strax. Eru það að horfa á hana oft og svo bara, var þetta að gera? Ég fæ gæsahúð þegar að lagið byrjaði, sko. Ég myndi ekki þekka þetta lag, þú veist, sko, líf mitt lagið við. Hvernig er þetta lag? Hættu þessu. Ég get ekki eins og sungið, það er hrikalegt. Er það sungið eða? Nei, ekki textið. Ólafur, hættu þessu. Farðu bara að spila Guffa, taktu Guffarödd. Þeir allavega Skyrim 2! Þetta er þetta rosalega. Herri, já, Kingdom Hearts, ég var að gleyma honum. Herri, allavega. Herri, E3, fín sýning greinilega, hellingu framöndan og þetta ár og bara næsta verða alveg, held ég, stútfull fyrir töluleika áhugamenn. Man hefur ekki tíma fyrir þetta allt saman. Nei, ég veit það. Nú þarf maður að fara að forgangsraða því að mann endist ekki ævin að fara ekki nefnt allt saman. Og en ég þakka bara kærlega fyrir þetta spjall og ég vona að þetta hafi verið ykkur áhörundur að gagni. Þannig að velja þá leiki sem er framöndan, nóg framöndan og ég held að þetta sé bara ykkur mest spennandi tímar fyrir leikjarhlutin bara í langa tíma. Getur það ekki verið? Jú, ég var eiginlega að segja það. Þetta er svo mikið að leikjum og svo mikið spennandi. Glæsilegt.